Komið sæl og velkomin í þessa yfirferð frá annar umferð á Íslandsmótinu í skák. Umferðin fór fram í dag, Miðgarði í Garðabæ og sem bara vinda okkur í þetta. 10 manns að tafli, 5 skákir og við hefum leikinn á skák Vignis Vatnars og Dags Ragnarssonar. Vignir hafði hvítt og tafli með riddarfinnu 3. Við fengum drottningabræði, D4 til F6, C4, C3, biskup E7 og hérna leik Vignir þessu leik hérna H3. Sjálfgjafur leikur, við sjá bara númer hvað hann hérna í rauðinleikani. 4. Svona 7. algengisleikurinn, en þess að geta Dinglýri leik H3 í 4. leik í skák gegn Jan Nepomniachtchi í heimsmeistararæningum í fyrra. Nú Dagur hélt bara áfram hérna, við sjáum að þeir tefla, sjáum tíma, þeir byrja með 1:30, þannig þeir eru tefla nokkuð hratt, C3 D5, E3 D5, biskup finnur 4 og hérna ákvað Dagur að fara í kaupin, ekki að leyfa þessu biskup að standa hér og einn galli við að vera búin að leika H3 og þá getur ekki geymt biskupin hérna sem er ofta ágætt fyrir hvítan, þannig að hvítur þarf að fara í kaup, D6, D6 og ennþá erum við að tefla hratt, sjáum tíma hjá Vigni 1:33, 1:20 hjá Degi leikarinn biskup F5 sem er eðlilegur leikur en reynist vera 9. stöðunni, þetta hefur ekki telst oft og hérna leikur Vigni G4 og snöggræði. En hérna virðist hann aðeins hafa glemt sér í undirbúningnum og leikurinn biskup G2 en á að leika hérna G5 skilst mér að sé rétti leikur. Það var ýmsar línur og ég sá að þau voru að skoða strákarnir og ansi merkilegt. Típist tölvulina, svartur tekur hérna, leikur ridder E4, lítur út fyrir að við séum að nýta okkur það að kóngurinn hafi ekki hrókað, þannig að hvítur tekur hérna á E4, dróttin B4 skák, en þá var hvítur að leika kóngur D. Þetta er svona alveg tölvuskákinn í dag og dróttin B2 er svarað með ótrúlegan leik, biskup Series 4. Þetta valdar A2, dróttin ræði með kóngur C2. Svartur verður að taka hérna, hvítur höfðu miklu betra. Þetta teldist ekki í skákinni en svona sýnir hvað margar línur hanga á svona ákveðnum tölvustúndingur sem þarf alltaf að muna og hann mundi ekki tölvustúndingar. Núna, ég get ekki sagt tölvustúndingar, takk. Þannig að leik biskup G2 og var ekki alveg sáttur með þetta eftir skákina. Það sagði leiðið leik biskup G2 það vissi ég að ég hafði ekki klúður. Þannig að hann mundi ekki alveg hvernig undirbúningurinn var. Enda er þetta ný staða en samt var þetta í fælnum eins og við kallum það, í skrannu sem var að skoða með undirbúningi. Dagleikurinn H6, fórst þetta hrókun, ridder hans 4, Vigni sagði aðeins fara í skákina, sagði ég verið að reyna eitthvað segir hann og ætlar að þróa þessu riddara hér, gerir það með millileik og Dagur hefði drottninguna hans báðum aðeins í að taka hér og hérna farið smá svona dans en hættu við það, leik drottning E6 og hérna leikur hann H5, reynir svona að grafa undan þessu riddara og pressa á þetta peð og að því ég byrjar í sjúkum tölvulínum, Vigni leik hérna drottning A3 en meðan skákið verið í gangi þá var ég að hugsa við tölvulínu leika hér, ætlar hann bara að gefa þetta peð, hún ætlar að gera það og þá fyrir að hugsa ok, við fáum hálínuna en get ekki bara leikið G6 sem er besta leikurinn þá á hvítur þennan leik algjör töluleikur og ljóst að hann vill leika hér og hér en ég svartur ekki bara tilbúin að mæta því og leika hrókur hávatta þetta svona virkar eins og eðlileg vörn en þá myndi koma þessi geggja leikurinn að ridder finnur 5 og hvítur vinnur þar sem ef það færði upp í borð kemur hrókudreipur svo kemur drottningin inn og svo bara mát það svartur verður að fórna liðið hérna önnur tölulína, ég ætla að reyna að hafa ekkert margar en ég hafði gaman að þessu tveimur allavega en drottning F3, G6 en hérna á þessu kafla þá er Dagur ekki lengur í hættu á að lenda í undirbúningi eða að vera tafl og raunin er reyndar að svartur er mögulega með aðeins betra taflina, svona þægilega að tefla stöðuna getur þetta að fara með kónginn hérna út í hot sem svo sem alltaf læg en ok, hérna verður kaup og nú svartur ekki með neinn vandræði og til dæmis getur hann farað huga því að pressa á þetta peð, hann leikandi kóngur H7 og Vigni leik F4 sem ég held að vera nú sniður leikur þegar ég hafði ekki tölvu fyrir fram mig
að ég held að vera að ná að leika E4. Ég held að það verið planið að ná að leika E4 og það var það vantanlega fyrir þetta C3 en Dagur bara fljótur hérna, hann leikur þetta F6 þannig að mitt var hann taka þetta P, annars getur komið G4 eitthvað slíkt og hrókur að D8. Þetta stoppar náttúrulega E4 því að þá verður þetta P-þáðan, þetta er svona prophylaxis eins og kallað í fræðunum eða fyrirbyggjandi aðgerðir. Kóngur 2, hrókur F til E8 og hérna er bara svarta staðan betri. Byggni svona hörvar, hrókur F1 og nú kemur riddarinn inn og hann ætlar að fara hingað. Kóngur F3, riddar G3 og hann er svona jaðra við það með að taka F5 og jafnvel má að það í þessara stöðu. Ég var svo mikið spáð í því en vantanlega teki hér menn úr eitthvað að spáði svona bakherbyggjum hvort það verður hægt að taka hér og hér en einfaldast samkvæmt er að leika bara F6. Dagur leik kóngur H6 en F6 er skemmtilegur. Það völdu bara þetta og ætlum að taka þetta P næst og hvítur í vandræðum þar að fórna skiptamenn sem er þetta að gera í skákinni. Eftir kóngur H6 fórnaði Vigni skiptamenn hrókur G af því að mátti ekki taka út af þessari leppin hérna og þá kom kóngur G7. Hérna hefði Dagur þurft að vera svolítið aggressív, leika C5, sprengja hans upp í stöðunum að ég sprengja með P-unum vildi ég sagt hafa og fá virtna hrókana og þá var hann með betra tafl og stendur hartnægt til vinnings. Þessi stað leika kóngur G7 og Vigni slapp eiginlega með skrekkinn þegar nú er þetta svona orðið í lagi og eftir riddur E4 þá ákvað Dagur bara að skipta upp hérna, hann tók á E4, hrókur E8 skák, farið að P næst, steindu tróksandi tafl og jafnteflis samið. Þannig að já, fín úrslit fyrir hérna fyrir dag sem er búið með tvo erfiða andstæðinga í fyrstu tveimur umferðunum og þetta er svona úrslit Vigni alltaf aðeins líklegri en Dagur hann er harður á sér og þeir hafa mikið telt og þekki einhvern annan mjög vel. Nú næsta skák sem við ætlum að kíkja á er hjá Hilmi Frey, hann vann í fyrstu umferð en hérna fara svart á Örn Leó og Örn Leó tekur þessu tíma, hann er nú svona skipt á milli yfirleitt að fara í London eða tefla kolli en hérna tók hann sér nú fullanga tíma finnst mér í að leika riddari D2 því að hann er svolítið gjarn á að leita tímaræki sem við munum sjá í skákinni. Davíð 5 og við fáum svo kallar kollisystem, hvítur leikur þessu leikjum hérna tiltölulega automatist og það sem er búið að klára hérna á 20 mínútum hefði nú verið hægt að klára jafnvel á nokkrum mínútum. Það munum vera aðeins ákveðnari en getur kostað. Við sjáum að Heimir, hefur notað lítinn tíma, leikur C7, það er að kaupa C5 og 1-4. Þetta er allt saman rólegt og þekkt, staðan bara jafnvægi. Biskup 1-7, biskup D6 skemmtilega leikur hérna, gefur svörtum öðrundu betra samkvæmt tölufórnum en Hilmi leik biskup 1-7 og þetta er allt bara traust hérna, verið að kaupa miðborðinu. Hérna ákveður Hilmi að taka svona smá strategíska svona áhættu leikur hérna F5 sem að veikir reyti, veikir þetta peð og fleira en hann vildi svona aðeins til að rugga bátnum og búið til séns að til að tefna til vinnings þó hann hafa svart, þannig að tekar áhættu hérna og við skulum sjá A3, H6 C4 mótspil eða sem sagt svartur setur að mann, hvítur setur að mann á móti riddarinn hörvar þess að það er H3 ekki góður reittur og við sjáum núna, svartur er svona komið eitthvað spil hérna á línunni en hvítur með þetta allt svona under control eins og riddur F4 riddur 1-4 og hérna fór í hönd svona skemmtileg kafli eftir F3 töluna segir reyndar hvítur standi nokkuð vel inn eftir bustur E4 en F3 var leikið og þá svaraði Hilmirinn ekki þessar árásleik í þessi stað riddur C6 eftir byrja 4 riddur byrja 5 og hérna er svartur með betra ef hann tekur hérna D3 þessi stað tók hann á G6 og með rétti þamennsku er það ekki nóg hvítur hann að leika hrókur að D sem er eiginlega útrúlega töluleikur og hann ég skil að menn séu báður komin í tímarækina, þetta er mjög flókin staða það er auðvitað að benda bara okkur töluleiki og svona kynna sér það mikið betur en Örn hérna leik skiljanlega kóngur F2 það vildi ekki láta máta sig hérna laða flotta, núna tók hann á D3 tók hann G2 kóngur E3 sem er réttur af því að ef þá tökum við hér og þessi er honni hvítur fær ekki tíma í mótspil, þannig að kóngur E3 þá kom hrókur D8 með innan mínútu hjá Hilmi
en Örlygur fann ekki fullnægjandi svar í stöðunni. Eini leikurinn samkvæmt tölvuforritum drottning 1-2 og staðan ennþá aðeins betra svartan, en það mikið onni hérna, svartur skipta mér undir í stöðunni, allt í hálótt, en Örn féll á tíma hérna, þannig að Hilmir fær mikilvægan sigur, búinn að vinna báðaskákinar á Íslandsmótinu og í raun 8 kappskákir í röð, eins og hann sagði mér, 5 á báðasmótinu og síðustu skákina á Evrópumeistaramóti einstaklinga. Við viljum að kíkja líka á sigur hjá Hannesi. Hannes hafði hvítt hérna gegn Bárði Birkisinni og byrjunni teldi svona drottningabragð, nema hvað, þegar drottning 70 þá skiptir Bárður eiginlega yfir í hérna svokölluðu ýmsu-eindagsgóðverð og við fáum atbrigði sem kemur oft upp í ýmsu-eindagsgóðverð. Ég ætla að bakka aðeins á þetta riddari E4 og taka eftir þessi riddara hér. Ef að þetta hefði telst sem sagt með Nimsó leikjaröð, eitthvað svona, drottning C2 og segjum bara D5, A3, teki. Hér svartur átt að tefla með riddari E4 og fer strax í aðgerið með C5 og eftir D-dröfn með C5 þá riddari C6 besta leikurinn. Þetta mikilvægt til þessi krafta tammerska gangi upp með svörtum og þá skiptir þessi leikur smá máli. Þannig að eins og skákin teldist þessari leikjaröð þá stendur þessi kannski ekki vel til að styðja við svona aktívar aðgerð hjá svörtum sem Bárður fór í, og það sem gerðist var að Bárður fór með peði, náttúrulega ef hann tekur á D5 og þá leikur hvítur líka biskup B3 og reynir bara að hanga á þessu peði. Þannig að Bárður tók hérna allar fórna peði. Ef við tökum hér, svartur fór mikið spil hérna, þannig að það kom bara biskup B3 fyrst hjá Hannesi, mikilvægur leikur. Svartur fór eða tíma, en nú erum við alltaf búin að laga hans til, hann hrókur kemst á D ef það eitthvað vesen og rittur hann D4 líka sem valda reyti. Nú hvítur bara peði yfir og næra klára liðskipan sem átt vandamáli í þessu línunum. Svartur reynir að vera aktífur og nota tíma sinn, en Hannes klárar bara liðskipan, hérna hann peði yfir og nú þetta bara svona ákveðin raðtækni, bara taka til í stöðunni og hann bara peði yfir fyrir hrætt við sögu hérna. Í raun og veru var þetta bara spurning tíma hérna, hann vann með þessi annar peð, nú var hann 2 peðum yfir og vissulega missildi biskupar sem að gefur oft svona smá séns, en Hannes bara svo góður í svona stöðum, hann finnur hvað kallarinn að vera. Þú verður að ná upp einhverjum svona taktísku ójafnvægi til að skáka Hannes í svona stöðum og það einfaldlega tókst ekki. Og fyrir bara hrætt yfir þetta, peðið fóru svona smátt að stað hjá Hannesi og þetta bara spurningum að flýta sér ekki, bara vanda sig, valda kallana og smátt íta peðunum og setja press á stöðu andstæðingsins. Og eins og segi, þó að hafa tekið tíma þá var hann 2 samstæð frípeð, þau eru komin langt hérna og þetta endaði með einhverja F6 og mátótun og Hannes vann og þá með 2-2 eins og Hilmir og þeir eru eftir. Við fyrir hrætt við sögu hérna hjá Guðmundi og Birni Hólm. Þar á Nímsandarsvörð og finnur 3 kamokkabrið svokallega og þetta býður oft upp á skemmtilega stöður sem þessi gerði líka. Við fengum svona miðtafla sem að mikið tilfæringar, kongur F2 og við sjáum einhver reyndara tilfæringar hjá báðum. Það er svona vantar lítið átakspunkta hjá peðunum nema hérna og hvoru vill taka, hvítu vill ekki taka á B5 af því þá er þetta peð veikt og svartu vill ekki losa spennuna sjálfur. Þannig að þetta var svona smá svona biðskák, við vorum að bíða át þetta. Nema hvað þessi B4 leikur líklega ekki góður hjá Birni Hólm sem gerir það verkum að þessi á eiginlega enga framtíð í skákinni. Það sem gerist í framhaldinu er að þessi einfaldlega ekki með í skákinni. Gummi fyrir kóngsókn, stað með liðið á kóngsvagnum og þar rann í raun að tefla með 3 léttamenn á móti hrók og það er bara mikið. Biskupinn Asju er bara áhorfandi, hann borgaði ekki miðan, þannig að þetta kostar allt saman og kostar hann tap á þessu sinni. Það er fín skák hjá Gumma sem var þolinmóður og með 1,5, má bara þokkalega vel vinna. Loks var að lenka, allt svo Björn Þorfarsson að lenka. Bjössi komst að blaða hérna, teldi Grand Prix ára sinna, bjóstu þessu öllu saman lenka og teldi þetta áður.
reyndar yfirleitt leikir til C6 í þessu stöðu, leiknum er reyndar F6 og Björn hafði þá ákveðið að bara tefla þetta svona, ætlaði bara að tefla stöðuna. En Lenka teldi þetta vel og það bara fínu lagi með svörtu stöðuna, sérstaklega svartur hrókar. Munum það í fyrstu umferð, Lenka var svolítið lengi hróka og það má segja sama að komið baki á henni hér. Hérna er Björn að fara í aðgerðir sem eru svona á pappinu vafasamar. Hann æðir að fram að kóngsvængnum og veikir eiginlega meira sinn eigin kóngsvæng. Og í þessari stöðu þá er svartur að hróka og taka svo þetta peð hérna. Þessi stað tók Lenka peði núna. Fekk þetta annars eins, hérna má taka G3 og þetta er dróttur upp í G3 að hróka þá. Svartur stendur betur. Eftir gerðanleik þá kemur biskup háfumskák í Bjössa. Nú er kóngurinn fastur á miðborðinu. Björn er með gott spil fyrir peðið, jafnvel meira. Það er alltaf varhugavert að hróka ekki, þannig er ekki að tengja hrókana og við sjáum að það fara tíminn er farið að skerðast hérna, þannig að það er alltaf erfitt að teppa vörnina með lítinn tíma og Bjössi er ótrúlega segur í að finna einhvern trikk og það er svona, meira og minna það sem gerðist. Bjössi drafir á C6 og svo F6, nú er hann komin inn, búin að brjóta sig gegn, tekur á D8 og svarta kóngstaðan er enn skelfileg. Dróttin D6 hótar hérna á F8, þetta er kóngur G7, dróttin G7 og hrókur E7 og þetta er bara vesen. Dróttin B2, dróttin D5 gefið það mát í nokkru leikjum, þannig að fýll sigur fyrir Bjössa og þriðja umferðin á morgun. Við ekki að fara að fá hérna úrslitin bara eldsnöggt á skjáinn og Heimir Freyr með góðan sigur, Björn Þorvaldsson lagði Lenku eins og við sáum, Hannes með fullt ús eins og Heimir, fýll sigur í honum, búinn að tefla vel fyrstu 2 umferðirnar gegn Tvíburunum. Guðmundur Kjartansson vann líka gegn Birni Hólm, fínskap í honum og svo jafntefli hjá Vigni og Degi. Nú á morgun þriðja umferð og þá mætast Dagur Ragnarsson og Örn Leó Jóhannsson. Örn Leó er enn komst á blað, búinn að vera svona smá óheppinn með andstæðinga og svona moment féll á tími í dag, til dæmis Björn Hólm hefur hvítt gegn Vigni Vatnar, Björn Hólm ekki komin á blað heldur, það er nú erfitt verkefni til að komast á blað gegn Vigni. Bárður Örn mætir Guðmundi, Lenka mætir Hannesi, fáum hérna baráttu annars vegar 13 að 14-falls Íslandsmeistara kvenna og 13-falls Íslandsmeistara karla og svo er það Hilmir Freyr Heimisson og Björn Þorfinnsson. Þetta er áhugaverð við Hilmir með 2-2 búin að vinna 8 kappskák í röð og svona kynslóðskák sem að fyrir mitt leyti svona áhugaverð skákinn í þriðju umferð. En sjá hvað setur, takk fyrir að sinni, sjáumst aftur á morgun.